Glíma. Hvað er þetta eitthvað svona? Stigið, Sigtryggur vann. Þetta er það. Ég er alveg vonlaus í þessu, sko. Já, við sjáum til. Kannski getur þetta verið öðruvísi glíma. Já, það kæmi mér nú ekkert á óvart að þetta væri ekki bara svona venjuleg íslensk glíma. Nei. Hárrétt hjá þér, Sveppi. Þið eru ekki á leiðinni í neina íslenska glímu. Það er ekki beint eins og aðkoman í vörklaslaugum. Nei, þetta er svolítið öðruvísi. Halló, daginn. Buenos días. Erum við á réttum stað? Ég ætla bara rétt að vona að við séum ekki bara að berjast við þennan, sko. Sérðu þennan sal? Þetta er rosalegu salur. Hann er að taka á því hérna, gamli. Já. Við ætlum að finna einhvern skáp hérna. 88, sagðan, já. Það er hérna. Það eru bara stuttbuxur, nei, heyrðu, og grímur. Ertu bara til í þetta? Já, ég væri alveg til í að vera bara í greiningadeild Íslandsbanka. Já, gjaldkeri ekki staðar bara út á landi. Já. Hvað, erum við að fara að slást úr dverg, eða? Það er útlit fyrir það, já. Það er búinn að vera draumur hjá þér í mörg ár, sko. Ég veit allt um það. Þetta er dvergaglíma. Þú sérðu að hann er alveg hraustur, sko. Hann er brjálaður. Hann er bara að gefa það í skyn að ætla að taka á okkur hausinn, sko. Það er ekki hægt að tapa á móti dverg. Við hljótum að geta lamið dverg. Ég er með hausverk, sko. Það gat nú verið. Já, þannig að ég set þetta á þig. Ekkert kjaftaði, Pétur. Þið þurfið báðir að taka þátt. Þið eru að fara að glíma við José Luis Angel sem er fjórfaldur glímumeistari í sínum þyngdaflokki. Sveppi bauðst til að fara fyrstur í hringinn. Gangi ykkur vel, drengir. Mundu bara eitt, þú ert stærri en hann. Þú hefur líkamlega yfirburði. Já. Ég treysti á því í þessu. Ok. Sælir. Tók ekki hendina á þér. Heyrðu, hann er snöggur. Hvað er ég að gera? Hann er kvikur í hreyfingum. Ég veit ekkert hvað þú átt að gera, maður. Eru þið að þreifa á hver öðrum? Hvað eru þið? Nei, slaka! Sveppi! Hann tekur hökutak. Sveppi, ekki gefa það. Hann er sterkur. Bara lofastu með hann eitthvað. Taktu koppnísið þinn. Já, heyrðu. Nei, hann rífur hann bara niður. Ég treysti mér ekki inn að gæja, Sveppi. Verður að gera þetta fyrir aftan mig. Sveppi! Hann er að brjóta mér aftan hann. Ég ætla ekki að koma. Nei, þú ert nýkominn inn. Svo þreytt. Þá var komið að Pétri. Vonandi hefur hann það sem þarf til að pakka José saman. Ætti í hann. Hvað var þetta? Nei, ætti í hann. Heyrðu, hvað? Núna, stökkt á hann. Haldi á honum hana. Þetta haldur hann niður alltaf sín. Hann er svo sleipur. Hægur hann. Ég skil núna hvað þú ert að tala um, hvað? Þetta er ógeðslega erfitt, maður. Það maður er svo þreyttur í svona hnoði. Hann er ekki smá sleipur, akkur er hann svona sleipur? Það er vonlaust einhvern veginn að ná takja á hann, sko. En maður á að geta tekið hann bara á kranið hann. Já, ég meina, ég sé ekki neitt með þetta. Akkur eru með þetta drasl á hausnum? Það er bara... Þetta er bara fáránlegt, sko. Augnahárin mín festast einhvern veginn í netinu. Herru, við þurfum að þrauka eina lotið viðbót. Já, ég að fara aftur, eða? Byrjaðu smá, svo kem ég inn og klára hann. Nú tek ég hann. Þegar hann urrar á þig. Þú verður að urra á hann. Hann er alveg sama. Þú ert svo astanlegu, Pétur. Núna, það var að lyfta honum upp. Já, upp með hann. Lyft honum upp og henda honum niður. Pétur! Nei! Pétur! Pétur, hann er að setjast á andlitið á þér. Hann er að setjast á andlitið á þér. Það er raskatalegt. Það gekk ekkert hjá strákunum gegn fjórföldum glímumeistarunum og eftir ætluðu að vinna þennan bardaga þá þurftu þeir að breyta um taktík. Jafnvel svindla smá. Tveir á móti einum er kannski ekki alveg sanngjarnt, en það rétt dugði til. Burtu með hann. Hafðu þetta. Áskorunin kláruð og stigin í hús. En keppinauturinn samt ekki alveg sáttur við úrslitin. Hann er brjálaður því að við vorum tveir, sko. Já, það má ekki, sko. Nei, hann má ekki. Ég var bara fíflast. Ég bjóst
stig. Hægur. Þú verður að vera rólegur, sko. 20 stig í hús. Já. Og eitt af skrítasta sem ég hef gert á ævinni orðið að veruleika. Án efa það skrítnasta sem ég hef gert líka. Bring it in for the real thing.